Komiði sæl og verið velkomin aftur á Rauðaborðinu. Við ætlum að halda áfram að gera upp svona eftirmála nýliðina kosninga, sveitarstjórnarkosninga, og ég hérna með 3 góða gesti. Það Alexandra Brím. Takk fyrir að bjóða mér. Velkomin. Arna Magnea Dangs. Takk fyrir mig. Velkomin. Og Svenni Kristins. Hæ, takk fyrir bóði. Þið voru allar á lista í sveitarstjórnarkosningunum. Þú varst Alexandra fyrir Pírata, þú varst í öðru sæti. Já. Arna Magnea, þú varst í 5. sæti á lista Vinstrisins í Reykjavík. Já. Og Svenni, þú varst í öðru sæti á lista Vinstrisins í Hafnarfirði. Já. Einmitt. Hvar eigum við að byrja? Alexandra, við kannski að byrja á þér. Þú ert náttúrulega svona mesti reynsluboltinn í þessum brasa. Þú ert búin að vera forseti borgarstjórnar og búin að vera í borgarstjórn Reykjavíkur náttúrulega í... 7 ár, þar af 3 sem varafulltrúi, eða fyrsti vara, sem er svona í starfi, sko. Akkurat. Er núna fráfarandi formaður borgarráðs, var að stýra held í mínu síðasta fundi þar bara áðan. Við sem sagt klárum maí, sko, en það er bara þannig að við höfum sjálfur sér takmarkað umboð síðustu 2 vikurnar. Já. Þannig að þú veist að það er nóg að það komi ein beiðni frestun, þá verður að fresta málum. Já. Það er svona til þess að segja að segja, jú, það er til borgarráð, en þú veist, það er ekki að fara að gera neitt stórkostlega umdeilt, sko. Nei, einmitt. En ég, náttúrulega, átti von á að við gætum haldið aðeins betur einhvern veginn, ég átti von á að við myndum geta bjargað okkur aðeins betur en við gerðum í þessari kosningabaráttu. Þetta fór einhvern veginn bara miklu verri en á horfðist og ég er bara ennþá svolítið að melta það. Já. Þið náttúrulega náðuð ekki inn fulltrúa núna, þannig að... Fórum frá 3 niður í 0. Það er skellur. Og, veist, hvað segir maður? Þetta er bara vonbrigði og Já. Og bara... Já, maður líður einhvern veginn líka eins og... Ég var að segja þetta áður en við byrjuðum upptökur. Það var einhvern veginn bara rosalega erfið stemming í samfélaginu. Það var eins og, þú veist, það væri bara einhvern veginn búið að koma inn þessari hugmynd hjá öllum að það væri allt ómögulegt og bara fólk með alls konar ranghugmyndir borgarlínu eða þéttingu byggðar og, þú veist, ekki fjallað neitt annað en eitthvað kreditkortamál hjá Heiðu sem var ekki neitt og bílastæði og eitthvað svo alls konar rugl og veist, fyrir einhverjum mánuðum bara þá fór maður að fatta að það væri eins og þessi áráður sem búin verið í gangi lengi hann væri búin að ná einhvern veginn tökum sko líka inn í flokkunum. Já. Og þú veist mér leið svolítið sko eins og bæði Samfylkingin og Píratar og mögulega fleiri flokkar einhvern veginn svona flokkarnir á bakvið voru farnir einhvern veginn kaupa það að það væri allt í volli og það þyrfti að skiptum leiðtoga og það þyrfti að einhvern veginn skamma sín fyrir kjörtímabilið og einhvern veginn vera að biðjast afsökunar á því og fara inn í kosningabaráttuna einhvern veginn svona eins og við höfum gert eitthvað af okkur sem að biðjast undan því sko, sem að ég trú ekki. Mér finnst við að náða ótrúlega góðum árangri á þessu og síðasta kjörtímabili og kannski sérstaklega síðasta árið. Það er bara ótrúlega margt sem við erum búin að ná að koma í gegn sem að ég hefði viljað tala meir um. Einmitt, já, ég er sammála því. Það var svona neikvæður blær einhvern veginn á öllu. Það er svona mínar tilfinningar í bili, sko. Já, akkurat. Arna Magnea, ég kannski gef boltan til þín. Þú varst náttúrulega í framboði í fyrsta skipti. Já, ég var í framboði í fyrsta skipti og það var margt sem að kom mér svona á óvart í þessu framboði og sérstaklega, sko, hvernig kosningabaráttan snerist hluti sem að rauninni er bara það sem við köllum business as usual. Það er bara, þú veist, að skiptur engu máli hver er í brúnni. Það er eitthvað sem að allir þurfa að sinna sem er að vinna fyrir borgina og það er eins og götunar okkar og það er eins og, þú veist, samgöngurnar okkar og það er eins og húsin sem eru byggð og þetta snerist bílastæði og samgöngur að rosalega miklu leyti til þess að byrja með. Alls konar lofurgefin, þú veist, fólk mætti, þú veist, alls þar út allt. Og líka bara mjög furðuleg kosningabaráttu
það var ekki fyrir undir lokin sem að maður fór að sjá svona grímunar færast til og fólk fór að tala mál sem að, þú veist, eins og bara staðreyndin að 25% af Reykvíkingum að erlendum uppruna og hvað það þýðir fyrir þetta fólk að flokkur sem hefur það á stefnu sinni bara að moka út úr landi með einum eða öðrum hætti skuli hafa fengið 3 manna kjörna sem bara, þú veist, mjög uggvænlegt og þá ég að tala um Miðflokkinn. En þarna var líka framboð okkar borg sem að var bara með mjög hatrama svona anti-hinsegin bartu og áróður og það bara mjög hættulegt þegar mannréttindamál eru bara allt í einu orðin einhver auka málefni í kosningabartu en svo þau skipti ekki máli. Ein af aðal grunnstóðum lýðræðis og þetta eru bara, þú veist, öll fræðir sem segja þetta. Ef að mannréttindi ekki virk, þá virkar lýðræði ekki. Og þá náttúrulega þýðir það mannréttindi allra. Við getum ekki bara sagt, já, við ætlum að hafa mannréttindi fyrir sum, en ekki einhverja ákveðna aðila sem okkur hugnast ekki. Það ekki mannréttindi, það ekki lýðræði, það inni bara, sumir segja sig og stelta segja fasismi, en þú veist, það alveg kortir í fasisma. Einhver útgáfa valdboðshyggju allavega? Já, nákvæmlega. Þannig að ég hefði viljað sjá vinstrið keyra mun meira á svona humanískum gildum. Og í staðan fyrir að hugsa vinstri hægri, sem að mér finnst ekki alltaf passa, þá hefðu við getað að hugsa humanisma og humanista flokka, flokkar sem að berjast fyrir mannréttindum og síðan flokkar sem gera það ekki. Flokkar sem að setja mannréttindi í annarsætið, flokkar sem að rauninni ljóst og leynt að berjast fyrir bara svona hagsmunaöfl í samfélaginu. Þú veist, alls konar hagsmunaöfl sem vilja, þú veist, fá að kaupa til dæmis Orkuveitu Reykjavíkur á slik. Eða selja vinum sínum. Já, þú veist, þannig að þannig mér finnst þetta mjög sorgleg barda og maður hélt aftur að segja því að maður þarf náttúrulega fylgja ákveðinni stefnu og línu en svona eftir á að hyggja þá held ég að við þurfum að vera duglegri bara, þú veist, að fylgja hjartanu í hvaða flokki sem við erum og bara, þú veist, tala hreint út mál og málefni. Já, einmitt. En þú, Svenni, þú náttúrulega varst líka í framboði í fyrsta skipti og varst fyrir vinstrið í Hafnarfirði. Já. Í öðru sæti. Í öðru sæti. Hvernig fannst þér að vera í þessari baráttu? Sko, mér fannst ótrúlega gaman í Hafnarfirði. Það var mjög gaman hjá ykkur í Hafnarfirði. Þið voru rosalega svona hrest framboð. Já, það má segja það, sko. Við vorum alveg í góðu stuði og það var mun jákvæðari blær í Hafnarfirði yfir kosningabaráttunni. Það var ekki eins og í Reykjavík þar sem einhvern veginn allt var komið á hliðina eða eitthvað, eða skilur, það var umræðan. Já, það svona annar blær á umræðan. En það gleymist oft eins og í þessu, til dæmis að nefna það að Reykjavík held í eina borgin sem eina á landinu sem með almennilegt, sko, annarstigs forvarnir. Góð ungmennahús, þar sem tekið utanum jaðarsett ungmenni. Þetta var í Hafnarfirði en því var lokað af þeim sem voru þar í meiri hluta. En sko, það sem mér fannst kannski merkilegt við kosningabaráttuna, mér fannst magna hvað allir voru huggulegir og góðir, sko, í persónu og svona. Það var enginn að segja neitt heldur af því fólki sem var í framboði. En þegar ég var á netinu, þá var ég bara að reyna að tala um það sem líka mér hjarta. Það að byggja fallegri byggingar og að borgarlínan sé snild og að við þurfum að flýta henni, ekki tala hana niður og bara fleiri tré, klára hverfin okkar í Hafnarfirði sem eru svona ókláruð og allt í nú allir flokkar búin að taka það líka upp frá okkur. En allan, ég var með alls konar bara eitthvað svona og það var sama hvað ég var að tala um eins og heitt málefni, borgarlínan. Allt í nú allir bara konum við eitthvað transhattur í kommentunum. Ég ekki, sko, opinber persóna fyrir þetta, þannig að þetta var alveg svona wow, líka því ég bjóst samtali við því, en ég fattaði það ekki fyrir alveg svolítið seint, bara nokkru dögum fyrir kosningar, þá sé ég að það svona takki með folded comments, af því að TikTok
var að fela þetta fyrir mér okay. og þá sá ég bara, wow, ok og síðan byrjaði þetta að flæða af því að mér finnst það áhugavert að Borgarlínu pósturinn minn, hann fer á stað þar sem að fólk verður reitt, af því ég var smá viljandi að reitspeita, ég sat í bíl að tala hvað Borgarlínu, ég væri spenntur fyrir Borgarlínu en þá fer það náttúrulega á einhvern ákveðin hóp sem mjög móti Borgarlínu og svo sami hópur samt ekki nógu mikið móti Borgarlínu til þess að tala það í kommentunum þau eru meira móti því að ég sé trans og mér fannst það mjög áhugavert en ég ákvaða samt ekkert endilega eitthvað að vekja máls á því þannig sé, en það sem ég fór bara að týna þetta allt saman hvað fólk var að segja ég er bara komin inn, ég er varla búin að vera í mánuð á samfélagsmiðlum sem ég líka var fyrir bara ekkert að posta, ekki einu svona eitthvað enga bara, ég bara var ekki hérna inni allt í henni komin inn að full force og þá bara transhatri sem kemur og ég var bara vá og að mitt sama tíma alltaf XM og svo eitthvað TikTok er alveg ekstra slæmt bara svo ég segja það ég hef verið í svolítinn tíma það hefur alltaf borið aðeins á þessu svo á Facebook og eitthvað en raunin svona tiltölulega temprað og reyndar kom svolítið mikið núna í þessari kosningabaráttu. Ég sé alveg kommenta á þessu, ég tók þetta myndband með Sindra Sparkúl progressfánan og það kom svolítið mikið af transatri þar. En, þú veist, TikTok alveg bara, þú veist, og ég hlýt að trúa því einhver leyti séu þetta einhverjir bottar eða eitthvað, því að það er bara ofboðslega mikið af hatur. Ég er almennt séð ekki að blokka fólk á samfélagsmiðlum, en á TikTok hef ég blokkað mjög mikið og ég er samt að fá mjög mikið ennþá. Og þú veist, hluta til bara, þú veist, hei, takk þið að gefa mér engagement og þið að hjálpa póstunum mínum að ná lengra en þetta er samt, þú veist við vorum svona eitthvað pælið að taka eitthvað svona Alexandra les neikvæðu kommentin sig myndband en við vorum svolítið bara svona þessi myndband er eiginlega bara þannig að við getum ekki, veist, þetta er bara ókeyslegt sko og veist ekki það, ég tek þetta ekki inn á mig en ég skynja það samt, sérstaklega það er svona einstaka komment sem var svona það er ekki það sem þú sagðir sem að nær til mín en það að þú skulir ekki þekkja mig en skulir hata mig nógu mikið til að grafa svona djúpt að einhverju sem gæti sært mig sem að lætur mig líða svolítið illa bara, þú veist, vá, hvernig getur það hata mig svona mikið bara hafandi aldrei hist veist, það er mjög skrítið, bara hvaðan fær fólk það hatur Já, en sko málið er að þetta fólk og ég hef mikið hugsað þetta því ég hef nú fengið alveg minn skerf og af hatreikinn til hérna og hérna meiri segja Birti á Facebook og Devaf tók þann post upp og birti það hvað ég fekk mikið að hatupósti og mikið af þessu fólki kom síðan tilbaka í fjölmiðla og sagði að þetta væri ekki hatur. Hérna, þú veist, þetta er forréttindablinda. Þetta er bara, þú veist, fólk sér þetta ekki sjálft. Það sér ekki að hvernig það er að haga sér og hvað það er að segja sem hatur. Í þeirra huga finnst þeim þetta bara vera sannleikur. Og það er sama sem er að gerast, þú veist, með hægrisveifluna bara alls þar í heiminum, að þetta eru forréttinda hópar sem eru að ná í gegn með sínum atkvæðum og þau gera það systematist erfiðara og erfiðara fyrir minnihlutahópa að kjósa. Og hérna eru til dæmis ekki með fundir sem að fókusera fyrst og fremst á minnihlutahópa og þau eru ekki að ýta undir að minnihlutahópar sé að kjósa yfir höfuð. Og það sem að gerist er að við erum að fá mjög skakt lýðræði. Já. Við erum að fá svona forréttinda lýðræði og við sjáum það núna að það er svona ákveðin gagnkynhneigða hyggja og svona hvít gagnkynhneigða hyggja sem að hefur sigrað þessu kosningum. Já. Og við sjáum það líka bara innan okkar vébanda, inn í okkar flokkum að þú veist, það er velmeinandi og flott fólk, æðislegt fólk sem er að mæta, þú veist, til og gefa, þú veist, ákveðnum svona bara haturs podcastum og sjónvarsstöðum og útastöðum vægi og ennþá meiri hlustun og ennþá meiri klikk og ennþá meiri rauninni bara pening með því að vera að mæta og hérna og það sem að þau segja er bara já, við ætlum að mæta þeim að því að það vantar einhverja móturödd en málið er að með því að mæta þá ertu að gefa þessum podcastum vægi, þá ertu að gefa þeim hlustun og þá ertu að gefa þeim rauninni bara beinharða peninga þannig að eina leiðin til að
að berjast á móti þessu að horfa líka okkar eigin forréttindi og hugsa, þú veist, bara byrju og hlusta á þá sem að ekki með þessi forréttindi og hugsa, ok, akkur eru vinir mínir sem eru trans, akkur eru vinir mínir sem eru með dökkan húðlit, akkur eru vinir mínir sem eru fatlaðir, akkur eru vinir mínir sem eru, þú veist, kynsegin, akkur eru þeir á móti því að ég sé að mæta þetta podcast. Já. Því að það ástæða og svo líka, þú veist, að það virðist vera að ég held að það undantekning að það séu podcast pólitík sem að taka inn gesti á Íslandi í dag sem eru ekki meir og minna stjórnuð af mjög hægri sinnuðum ungu kallmönnum sem eru reiðir og það ákveðin hætta á því að þú veist, ég alveg sammála því að við eigum ekki vera að mæta til þeirra en ef við erum ekki með eitt annað, ef við erum ekki með eitt mótvægi þá ákveðin hætta á því að þá bara dettum við út úr umræðinni og bara allir aðrir séu að ráða og tala málin og við bara fáum ekki einu sinni athygli fyrir að vera á móti að þú veist, það bara við bara missum að samtalinu sko og ég er sammála, við getum ekki verið að fara í podcast sem eru bara sko yfirlýst þannig og við vitum hvernig þetta öfgahægri það hagar sér, það segir þú ert með þessa afstöðu, ég með þessa afstöðu taktu skrifa á móti mér og reynum að mætast í miðjunni og þú segir, ok, prófum það og svo tekur hann skrif tilbaka, nú ert þú þarna, ég hérna taktu skrif á móti mér, reynum að mætast á miðjunni og þú segir, ok, og svo segir, já, hann kemur aldrei nær, hann bakkar alltaf meira og segir, komdu til mín og, þú veist miðjuflokkarnir og miðvinstriflokkarnir eru að falla fyrir þessu Samfylkingin og Viðreisn eru komin með stefnu og aðgerðir í útlendingamálum sem að þessi flokkar fyrir 5 árum hefur aldrei trúað upp á sig sko. Og þetta bara, ég óttast að þetta gerist líka í málaflokki hinsegin fólks og ég óttast að þetta gerist víðar og nú ætla ekki að fullyrða að neitt miðflokks fulltrúi sé með hinseginfóbíu eða transfóbíu eða þannig en við vitum að þeir eru flokkurinn þar sem að þannig fólki finnst þau vera velkomið. Við vitum að þau eru flokkurinn sem að nota þannig undaflautur til þess að segja við erum ykkar flokkur, við viljum ræða þetta, okkur finnst þetta ekki sjálfgefið, okkur finnst ekki komið nóg og þó að einn fulltrúi mæti og segi nei, ég vil nú bara öll dýrin í skóginum séu vinir eitthvað bla, þá ertu samt bara, þú ákvæmst að vera fulltrúi fyrir flokk sem að flokkurinn sem að býður þetta fólk velkomið inn til sín og leifir þeim að trúa því að þið séu þeirra flokkur og ég hef unnið núna í mörg ár til þess með Hildi Björns. Þegar þetta pallborðið hérna tekið upp, þá ekki orðið ljóst hvaða meirhluta myndun verður í Reykjavík. Nei. En ég hef aldrei vitað hana, ekki það ég er ósammálinni hægri vinstri mál og eitthvað svoleiðis, ég hef aldrei vitað hana til þess að vera neitt á móti hinsegin samfélaginu. En ef hún kýs að fara í samstarf með miðflokknum, þá hún þar að guttira flokk þar sem að þessi umræða færa að grassera, sko. Þannig að það, jafnvel þó svo að ég veist ekki sekundu hennar heilindi í þeim tildina málaflokki, þá bara það að mynda þannig meirhluta væri bara töluvert svik við málstæðin, sko. Það þessi meðvirkni. Það að vera meðvirk með handrinu og það þessi forréttindablinda sem ég að tala um. Það ekki það að fólki ætla sér að vera eitthvað vont eða illt. Það bara sér það ekki af því það tilheyrir ekki þeim hópi sem hefur verið að ráðast á. Þetta alveg eins og bara svart fólk hefur talað bara mjög lengi að að þegar hvítt fólk kemur fram og segir ég er bara litblind eitthvað svona kjaftaði að það sér ekki fordómana því það verður ekki fyrir þeim. Þú átt ekki vin, það ekki þú og þínir vinir sem eru að gera þetta, þú ert ekki að verða fyrir þessu þannig að þú heldur þetta sé ekki til. Já, jafnvel þó þú vin sem að verður fyrir þessu, þá ertu jafnvel bara svo fastur í þínum svona forréttindum og þinni blindnu að þú ert ekki til, þú segir nei, þetta er ekki komið fyrir mig og ég hef ekki séð þetta. Ég hef aldrei séð eitthvað vera leiðilegan við Alexandru, veist. Alexandra, ég hef alveg heyrt fólk segja ég á transvin ég hef ekkert heyrt neitt svona fólk skrifa svona kommentum þannig að þessi forréttindablinda og við þurfum öll líka að því að við erum með ákveðin forréttindi bara að vera Íslendingar og vera hvít þannig við erum með ákveðin forréttindi en ég kom fyrst út í Bretlandi og ég get alveg og það var á hræðilegum tímanni núna ennþá verri og við erum að sjá þetta allt í kringum okkur
þú veist, hvernig hægri sveiflan eykst og Ísland ekki bara stikk frí. Þó við séum eyja, þá allt það sem að gerast í kringum okkur, sérstaklega í Bandaríkjunum og Bretlandi, það kemur hingað. Því að alveg síðan seinni heimsstyrjöld, þá við okkar helsta áhrifasvæði, þar sem við tökum inn tísku og ströma, Bretland og Bandaríkin. Og það alveg eins með pólitíkina. Og við sjáum bara miðflokkinn, auðvitað fullt af góðu fólki þarna innanum sem bara sér ekki sín eigin forréttindi. Það er blind. Það sér ekkit að það sé að skaða okkur. Ekki fyrir en að við verðum fyrir skaða. Þá kannski mögulega sér það, þetta ekki í lagi. Það búið að koma fram í ótal fjölmiðlum að miðflokkurinn að þiggja pólitískan og fjárhagslegan stuðning frá Heritage Foundation og Heritage Foundation sem fyrir þau sem veit ekki hvaða stofnun þetta svona öfgahægri stofnun sem telur sjálfan sig vera sann kristna en hluti af The Heritage Foundation á rætu sinna í Ku Klux Klan. Já, og þeir gerðu Project 2025 það hvernig ekki bara að taka yfir innviði í Bandaríkjunum þegar að Trump inni til þess að bara taka úr sambandi þá embættismenn og stofnanir sem að komu í veg fyrir að hann gerði allt sem hann vildi á fyrra kjörtímabilinu og bara koma inn bara fólki sem að væri trútt honum persónulega en ekki í stjórnarskránni eða ríkinu, Já, þeir búin að endur við erum að sjá það spilast út núna þeir búin að endur nýja þetta Project 2025 það núna Project 2026 og þar transfólk skráð sem hryðjuverkafólk. Já, þau vilja skilgreina okkur sem bara það að vera trans og tala transréttindi sé kynferðisbrot út af fyrir sig, það að vera antifasisti sé að vera öfgafullur og til hryðjuverkasamtökum, Þannig að þú veist, ég myndi ekki þora að fara til Bandaríkjanna í dag og jáfnvel þó ég myndi þora þá myndi ég ekki vilja styðja það land með mínum gjaldeyri eða þannig en þeir eru bara komin á mjög hættulegan stað. Ég myndi bara synda með krokodilunum eða ég færi þangað Nei, þetta líka bara svo ég var mjög lengi sem að ég var eiginlega í afneitun með það hvað miðflokkurinn var. Ég vissi það alltaf en ég var samt alltaf í afneitun af því að við erum komin mjög langt í jafnréttisbaráttunni á Íslandi. Vorum það þótt vera framúrstefnulega Þannig að þau þurft alltaf að dansa ennþá fínni línu heldur en annars staðar. En mér finnst einhvern veginn eins og þau séu farin að stiga hægt og rólega af þessar línu og þetta orðið svona, þú veist, almenningur þarf að fara að horfast í augun við það hvað þessi flokkur stendur fyrir, hvert hann hefur sambönd og já, kannski ert þú eitthvað á móti, ég veit ekki, borgarlínu og vilt bara engabíl, þú veist, þú veist, það alveg hægt að finna aðra staði til að fara heldur en í fasismann. Það líka bara að segja, ég veit að við erum ekki alveg, það ekki toppikið, og þú skilur skipulagsmálum nógu vel til að vita það að stærðfræðin og rúmfræðin gangi ekki þannig upp að þú getur gert það aftur eins og það var fyrir 40 árum að keyrum á bíl og það sé engin trafík og þú finnir alltaf stæði. Það ekki búið að fækka bílastæðum í miðbænum, það búið að fjölga, það bara bílum fjölgar svo miklu hraðar, það ekki pláss til þess að búið til nógu mikið bílastæðum fyrir alla sem gætu viljað það ekki pláss til þess að víkka vegina eins og myndi þurfa, það myndi ekki duga að vera með fleiri mislæg gatnamót og það að reyna þetta myndi vera svona eins og þrefalt dýrara heldur borgarlína, það myndi virka verr og það alveg sama hvaða flokk því kjósi sem að lofar ykkur að þetta sé öðruvísi þið ekki að fara að fá, þú veist, svo aðferð mun ekki virka, það búið að rækna það mér þykir það leitt, af því ég skilur af hverju fólk vill þetta en það ekki hægt að kjósa sig burtu frá veruleikanum og það sem að flokkarnir gera með þetta vald sem þeir fáta þessi populísku loforð eitthvað sem þeir munu ekki geta skilað vald til þess að snúa til baka réttabaráttu hinsegin fólks, útlendinga og bara allir jafnréttisbaráttu Íslands og ef þeir í stuði til þess að útúga vinni sínum arðbærar eignir. Einmitt. Það náttúrulega þessuna sem að ég vildi fá ykkur 3 ár til að koma einna, það náttúrulega út af því að einhvern veginn kosningabaráttan bara, þú veist, það var rosalega áberandi í henni allt þetta, þú veist, þessi fánamál hinsegin fánan sýnilegan í skólum. Það var einhvern veginn alltaf verið að þvinga okkur inn á þetta svið, sama hvað við vildum tala þú veist,
alls konar önnur mál eins og þú sagðir, ég minna það ekkert off topic að tala skipulagsmál, þeir eru alveg velkomnar til þess. það má, já, við erum bara að tala kosningabaráttuna. En þú veist, að því að náttúrulega þetta var svolítið í skugga þessa haturs og þessa bakslags. Haturs og bakslags. Það fannst mér einhvern veginn mikilvægt að fá ykkur inga til þess að svona... Ég mikið hugsa þetta og ég held að allar kosningar, sama hvar þar eru, þar snúist öryggi og ótta. Þú elur að ótta fólks og eins og var gert í þessari kosningabaráttu að með borgarlínu þá var ég hreinlega verið bara að taka einkabílinn af þér að þú myndir missa eitthvað frelsi. Það sem að fólk átta sig ekki á að raunverulegt frelsi að hafa val, að geta valið hvort þú viljir nota almenningssamgöngur eða einkabíl. Núna höfum við flest öll ekki val þegar við erum að fara í vinnu að því að almenningssamgöngur ekki það góðar að þá verðum við að treysta á einkabílinn því miður. Ég meina að þau okkar sem hefur búið erlendis, þú veist, fólk á alveg bíla erlendis líka, en almenningssamgöngur það góðar að þú ferðast svona dagsdaglega bara með neðurgerðarlestum eða svona sporvögnum og strætisvögnum. Að því að, og þar stundir ákveðna núvitund, þú ert að lesa, þú ert bara að slaka á, en síðan notar bílinn þegar þú ert að ferðast. Já, eða þú ert að fara í útréttingar eða stærri innkaup eða eitthvað svoleiðis. Og það það sem að við vildum bjóða bara höfuðborgarsvæðinu öllu upp á, stór höfuðborgarsvæðinu, að hafa raunverulegt frelsi og raunverulegt val. En út af þessum ótta og að fólk bara trúði því að það var að fara að missa eitthvað öryggið að vera í sínum einkabíl, þú veist, að þá ákvaðu kjósa frekar flokka sem lofaði þeim ennþá betra vegakerfi. En við sjáum það bara hérna á Íslandi að það eitthvað að malbyggjum okkar. Við erum að malbyggja sömu vegina hvert einasta ár. Ég búið í heldina yfir 11 ára erlendis. Ég hef aldrei vitað til þess að sömu veginu sem malbyggaðar jafn oft. Hvergi. Þannig að það eitthvað að og það eitthvað sem við þurfum að skoða og laga. Og það skiptir ekki máli hvort það ríkið eða borgin eða sjálfstæðir verktakar að þá þurfum við að skoða þessi mál. En svo vil ég líka nefna að því að við erum að tala bara skipulags og mál og ranguupplýsingar að orðræðan til dæmis þéttingu byggðar varð alveg galin. Já, algjörlega. Talað ofurþéttingu sem notabene kjaftæði. Við erum ennþá bara mjög dreift sveitarfélag miðað við aðrar borgir í Evrópu og bara miðað við allt. En hallarnir í Úlfarsárdal, ég alveg sammála því að það var of mikil uppbyggingarplön, en það ekki þétting byggðar. Það akkurat eitthvað sem við gáfum eftir til Flokks fólksins í meirihlutaviðræðunum þrátt fyrir okkar þéttingarstefnu vegna þess að þeim fannst þau þurfa að lofa svo mörgum íbúðum á tímabilinu og þau vildu fá það í útjaðrunum. Þetta allt of mikið af íbúðum í jaðri byggðarinnar, þetta dreifing byggðar, þó hún hafi verið skipulögð tiltölulega þétt til þess að hafa einhvern kjarnaðar, þá það ekki dæmi þéttingu byggðar, akkurat öfugt. Það sem á endanum planað í Grafarvogi sem mjög lítið í stíl við byggðarmynstur sem þar núna, mjög lítið í sjálfu sér og lágstæmt og það meira segja að stefnir ekki að það verði mikið úr því og nú verið að nota sem afsökun til þess að klára ekki að útdeila lóðum til Bjargs húsnæðisfélags sem átti vona þeim í Grafarvoginum. Ég hef einmitt miklar áhyggjur af því hvort að það verði dregið tilbaka óhagnaðardrifna uppbyggingin. Já, miklar áhyggjur. Deilur þú þeim áhyggjum? Kem að því eftir smástund, ég ætla líka að klára. Afsakið. Græna gímaldið, hræðilegt mál, ég get farið út í það í dítilum eða viljið, en kjaftaðið í því samt það ekki dæmi þéttingu byggðar. Nei. Það dæmi bara lélegt skipulag sem var útbúið fyrir mörgum árum, svo var lóðinni splittað upp og saminuð aftur aðeins að vera skoðað nógu vel og menn komist að ákveðinni loophole sem að leiði þeim að byggja miklu stærra heldur en fólk hefði fyrir séð og á sama tíma hafði það gerst að húsnæðisfélagið hinum með göttuna hafði fengið að færa sér nær lóðamörkunum á þess að þetta væri búin að pæla í hvernig samspilið yrði og voru heldur ekki búin að fatta hvað báknið yrði stórt hinum megin. Þetta var dæmi í rauninni skipulagsklúður. Þetta ekki af því að það hefur verið svo mikil þétting byggðar að það hefur ákveðið að yrði að vera svona stjórn á milli húsana. Þannig að bara, þetta því sjálf til haga. En við erum búin að vera núna í mörg ár með stefnu annars vegar félagslega blöndun og dreifingu
og við erum búin að vera með stefnu að hafa sko 5% á öllum uppbyggingarsvæðum til félagsbústaða og 20% til óhagnadrifins húsnæðis ofan á það, og núna erum við í húsnæðisáætluninni að reyna með að koma þessu upp í 30% og það var til dæmis viðmiðið í höllunum og það 35% í heildina. Já. Og það virðist vera að hvorki Sjálfstæðisflokkurinn nýja aðrir flokkar þarna hægri vegnum hafi nokkuð einasta áhuga á að halda þessu áfram. Þeir halda að þetta hækki húsnæðisverð sem þetta gerir ekki, að þetta hjálpar fólki sem annars kæmist ekki í húsnæði að finna það. Og ég hef mikla áhyggjur af því að þeir muni bara hætta við allt sem þeir geta, sko, sem er ekki bara beinlínis búið að afhenda. Já. Og ég bara hef mjög mikla áhyggjur af því hvernig þetta þróast, og kannski sérstaklega ef að sko sumir sem eru núna í miðflokknum fá það sem þeir vilja að lóðum sé einhvern veginn útlutað á bara einhverju grunnverði, þannig að þá í fyrsta lagi það fáum við ekki nægar tekjur þá inn til þess að búa til innviðina með, og þá ef þú ert að útdeila lóðum bara á einhverju kostnaðarverði, þá ætlum við miklu fleiri lóðir heldur en nokkuð tíma þeir sem myndu vilja fá þar, og hvernig ætlar að velja milli þeirra ef þú ert ekki með útboð á þeim. Ég veit ekki hvort að Sjálfstæðisflokkurinn er nógu vitlaus til að fara aftur í þetta módel, en ég hef áhyggjur af því. Já, ég held samt líka bara einmitt sko með þéttingu byggðar að fólk áttar sig ekki alveg á því hvað það var. Ég var eitthvað í byrjun kosningabaráttunar að leika mér að því að endur skilgreina hugtaki sem fegurinn byggðar og taka inn í það líka að vera með einhver reglu það að sé ekki bara allt legokassar, að ég held einmitt að það sé, þú veist, málið að fólk sér þessa legokassar sem er ekkert bara á ábyrgð vinstris eins og Samfylkingarinnar. Það er Sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi, það er Sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði, það er í raun og veru enginn sem var, þú veist, það er miðflokkur sem tala hæst gegn þessu, en hann alltaf vill bara eitthvað einbýlishús upp á Hellisheiði, skilurðu, sem er alltaf ekki svarið. En ég var að reyna að koma þetta skila að vinstri er ekkert, sko, ekki bara vinstri heldur bara, þú veist, vinstrameginu miðju þarf ekkert endilega að vera að við viljum þessa legokassa. Ég veit ekki hvernig þetta endaði þar, en það var örugglega eitthvað verktakar og eitthvað loopholes, og það segir mér það að það þurfi einmitt skýrari reglur, ekki færri reglur, til þess að verktakarnir komist ekki bara upp með að byggja legokassa upp í hvað annan, þannig að engin sól skín á næstu æðir. Það er nefnilega akkurat málið, og þetta er í rauninni sko grundvallar klúðrið í því var að sko borgarraunarstefnan sem við erum með núna, og hún gerir mjög miklar kröfur birtuskilyrði og hávaða og 330-300 reglan þar sem þú þarf að geta séð 3 tré út gluggann hjá þig, þú þarf að vera 30% gróðurþekja á svæðinu og það verður ekki meira en 300 metrar grænt útisvæði, tryggja þessa mannlegu hlið og mannlegan skala á byggingunum, svo það sé ekki bara einhverjir legokassar eins og þú segir. Hefðum vilja setja hann í gang á síðasta kjörtímabili, en þar náðum við ekki samstöðum. Við þurftum að gera það, Píratar þurftu að gera það gallharðri kröfu inn í meirihlutaviðræðurnar 22 og þá fengum við að loksins í gegn. Núna er allir sammála um að þetta sé nauðsynlegt. Þetta er bara að þú verður að hafa þessi viðmið til þess að þú getur þétt byggðina í sátt við nærumhverfið, en það því miður bara of mikið hlutum búið að gerast án þess að það sé og fólk bara mistir svolítið trúna á því. Og eins og þú segir, við erum náttúrulega ekki bara með hönnunina inni hjá okkur, við útdeilum heimildunum og segjum bara, jú, þú mátt vera með svona marga fermetra og það má vera svona hátt og bla bla bla, en við erum ekki með mikið að hanna þetta eða skilgreina það, og það er svolítið að koma í kollinn á okkur. Og við fórum allan að tala um það að við vildum taka þetta aðeins meira inn í ferli fyrir, og það er alveg borgir sem að gera það, að vera með hönnunina meira inni hjá borginni og svo útdeila því. Það er allan ein leið til að ná utan um þetta og koma í veg fyrir þetta svona þennan ódýrasta mögulega ljótleika. Einmitt, eins og Keldnalandið, sko, þetta er eiginlega, ég bin alltaf býð Hafnarfjörð, elska Hafnarfjörð. Það er eiginlega drauma hverjum í þessu fallegar teikningarnar af því, og ég vona að, einmitt, skiluru, ég hefði vonað að það myndi komast í gegn, en nú er ég svolítið hrædd hvað verði gert við það, en kannski er ég að miskilja eitthvað. Það verður örugglega eitthvað aðeins breytt, en þú veist, það veltur svolítið á því hvað þau ganga langt og með hverju þau fara í samstarf. Þetta er náttúrulega samkomulag við ríkið, það var farið í, þú veist, keppni þetta, það er alveg svolítið erfitt að hætta við allt saman, en ég veit ekki hvort það er ómögulegt. Þannig að við sjáum hvernig það fer. Já, einmitt. En það væri bara mjög áhugavert ef að núna myndi þessir flokkar komast í meirihluta og myndi hætta við að gera þessa drauma byggð sem er einmitt innblásin af gamla miðbæ Reykjavíkur og gera sér bara einhverja svona grá kassaeinbýlshús á þessu svæði. Það væri ekki fyndið, en það væri alveg smá súrealist að geta sem bent. Sjáu þið, skiluru, þau voru að lofa einhverju öðruvísi og ekki fleiri þéttingu byggðar og síðan gera þau bara eitthvað ræðilega ljótt. En af því þau setja engar reglur. Eitt sem er mikilvægt, skiptir rauninni ekki máli hvar þú ert í pólitík, að fólk svona líka horfi
horfi ekki bara, þú veist, á það sem skilur á milli, heldur líka, þú veist, það sem mistökin sem við gerum. Því að allir flokkar í skipulagsmálum annað erfa skipulagsmál frá fyrri tíð og fyrri stjórnum og kannski þarf að vera, þú veist, í staðan fyrir að eitthvað sé keyrt áfram bara af embættiskerfinu að þegar nýju flokkar og nýtt fólk sem jável kannski að fara inn á þetta sviði í fyrsta skipti að þau fái kannski bara betri kynningu á þessu og ég held eins og græna gímaldið það fór í gegn bara svona að því að fólk var smá svona clueless að því að þetta var skipulag sem að hafði sko upprunalega verið held ég fyrir 12 áru síðan eða eitthvað álíka upprunalega skipulagið og síðan var þetta þú veist búin að vera í ferli mjög lengi en eins og Sundahverfið það til dæmis smá skipulagsslys þetta er rosalega þétt og þú horfir bara inn í gluggann á næstu íbúð og það er mjög lítið grænt en það eru nokkur tré þú getur alveg hort út úr gluggann og séð 3 lítið tré sem eru að veslast upp af því að þau eru bara umkringt steypu og malbyggi en þau eru þarna þú veist þarna the token trees sem að er raunin bara mjög sorglegt þú veist þetta er svona svipað eins og grunnskólanir sem að endurskipuleggja núna allt svæði sitt þannig að þetta er bara gervigras og gúmmíþökur og síðan eitt tré sem er að veslast upp innan gervigrasið þú veist í staðan fyrir að leyfa náttúrunni að njóta sín og hafa þetta bara vilt og nýjar rannsóknir sína að þetta þú veist að hafa vilda náttúru í kringu börn að það eflir ónæmiskerfið þannig að við erum runni þú veist að gera börnin okkar veikari með því að vera með leikskóla sem er allt bara á gúmmímóttum þetta er bara, þetta er ömurlegt og gervigrasi með gúmmíkurli, þú veist, þetta er bara hræðilegt en það er önnur saga, þannig að þú veist, umhverfismálum fengur líka ekki nægilega mikið bara, þú veist, enga umræðu þú veist, og mér finnst umhverfismálin, það er það sem skiptir máli til framtíðar að við tökum þeim miklu fastari tökum og eins og Svenni sagði í einu myndbandinu, frábær myndbönd by the way, og fyrir ekki í sletti, þetta er, þú veist, þegar maður búin að vera svona lengi, þú veist, erlendis að þú veist, við þurfum að tala miklu meira þú veist, umhverfið okkar þú veist, það sem gerir okkur manneskjum til framtíðar og legokassar og ekki legokassar þú veist, fólk þarf húsnæði og það þarf að búa við öryggi og þess vegna þurfum við að efla óhagnaðardrifið húsnæði en við þurfum líka að gera það eins og ég bjó í Helsinki og ég bjó í Stokkólmi og í London þetta er rosalega gert vel í Helsinki er alveg fyrirmyndar en þar er líka allt eins og þú varst að tala þar er borgin sem skipuleggur hverfin og þau skipuleggja hvernig það er byggt og í bæði í Stokkólmi og í Helsinki þá byggjaðu mjög mikið í U þannig að þar er blokkin í U þú veist, þetta eru rauninni 3 blokkir saman þetta er svona eins og Breiðholtið svolítið og sen inn í U-nu það er bara öruggt svæði öruggt leiksvæði, grænt svæði fyrir börnin og annað og þetta er algjörlega öruggt og það er hlið, þú veist, öryggishlið þannig að þú getur sett börnin út að leika þér og þau eru algjörlega örugg hann inni það er engin óviðkomandi sem kemst inn í þetta inn á þetta svæði og akkur erum við ekki svolítið að skoða aðra borgir akkur erum við ekki akkur erum við að reyna að finna upp hjólið þegar hjólið er til annar staðar það er þessi skil ekki við erum leitum heilmikið til annara borga við fengið mjög mikið af fólk frá Vín og frá Kanada til þess að hjálpa okkur að skipuleggja hvernig við getum gert borgina nútímalegri nýtt innviði betur, þéttana betur við erum núna til dæmis með svona reikni líkan sem að segja okkur, þú veist, hvað er verðmæti uppbyggingar heimilda hérna eða hvað er, hver verður þróun skólabarna, hvað er langt í það að grunnskólinn hérna verði fullur eða þarf að bæta við húsnæði eða er að fara að fækka börnum og þurfum við þá kannski að byggja eitthvað til þess að fjölgi börnum og alls konar svona. Það er til alveg verkfæruna fyrir gagnadrifnar í ákvarðanatöku en sumir eru til dæmis nýtt til komin og eins og ég segi, við höfum alveg við fyrir 2-3 ár síðan við fengum gesti hérna frá útlöndum að segja okkur, tala við okkur skipulagsmál, við erum alveg að horfa til þessa en svo er líka galli sko að því að við erum að tala að kynna hluti fyrir fólki fyrsta lagi þá er oft bara að tala um sko
gömul deiliskipulög sem bara ekki búið að vera byggt á svo lengi og það alltaf pínu vandamál og svo líka bara því miður fólk virðist ekki hafa endilega áhuga á því að skoða mál fyrir en það orðið bara mjög aðkallandi og það bara mjög erfitt að koma upplýsingum til fólks áður en að fólki líður þess að það sé of seint og ekki hjálpar það eins og gerist í Grafarvogi að einhver svona algjör fyrstu drög að bara svona einhverji svona skipulagssýn virtust vera kynnt eins og þau væru lokaútgáfa og fólk bara eitthvað svona býtu, þetta bara að koma og við heldum bara að það væri bara búið að hlaupa alveg fram hjá allir umræðinu og þetta bara að fara að byggja þetta á morgun allir fóru bara upp á afturfæturnar og mótmæltu og svo bara svona, þetta eru fyrstu drög, við ætlum að heyra hvað það hefði að segja og það var kannski að því að þáverandi borgarstjóra lá svo á að kynna að hann væri að standa við byggingarlófurinn sín og svo bara, það eiginlega bara búið að vera mjög erfitt og eiginlega ómögulegt að endurheimta traustið í þeirri umræðu síðan að þessi upphaflega yfirlýsing fór út Þetta eins og stormurinn í kringum Suðurlandsbrautina sem varð ég vona bara að fólki verði að þessum 10% bílastæða sem var planið að fjarlægja og bara, ég skil ekki að fólk skuli hafa svona sterkar taugar til Suðurlandsbrautar þarna, þetta ekki fallegasti staðurinn, þetta ekki aðgengilegasti staðurinn, það ekki auðvitað að labba þarna. Nei, ég veit að ég nefnilega bý hérna rétt hjá og einmitt ég á mjög erfitt með að sækja þjónustu á Suðurlandsbrautina, það ekki hægt að labba þarna. Algjörlega. Ég ekki á bíl. Og þú veist, allstaðar í heiminum, þá myndu fyrirtæki og lóðahafar sækjast eftir því að vera nálægt þar sem að megin almenningssamgangna liggur. Akkurat, hafa gangstétt og hjólandi og háhraða almenningssamgangur sem stoppa við dyrna hjá þeim. Það myndu allir vilja vera þarna. Já, ég meina, halló. Fyrirgeðu Arna, þú ætlaðir að segja eitthvað. Ég er mér mikið niðri fyrir. Já, það er alltaf leið, ég skil það mjög vel. Þú ert búin að lifa og hrærast í þessu undanferðin ár. Annað en ég og Svenni sem eru bara búin að vera punkast fyrir utan þannig að það er bara mjög skiljanlegt sko það sem ég var að tala um áðan og þú varst að tala um og ég vil fara tilbaka eins og með hægri podcastinn og þetta sé allt hægri podcast þannig að við þurfum bara að fara að búa til vinstri podcast við þurfum að fara að búa til podcast sem eru humanísk og þú veist, við erum hérna 3 ár, þú veist, við getum búið til podcast, þú getur bara að opna podcast bara neyra á Borgarbókasafni. Nú, eða hérna á Samstöðinni. Já, Bjarni Snæbjörnsson hefur verið með frábær podcast, Mennskuna, sem að ég hvet öll til þess að hlusta á. Þú veist, og það alveg til önnur podcast sem að eru mjög humanísk. En málið að í allri umræðu þá hafa þau fengið auglýsingu. Og þannig að fólk bara hugsa svo mikið þessi ákveðnu podcast að því að það eru ákveðnu öfl sem eru að auglýsa þau og við sjáum það bara núna, við erum með útvarpssögu sem er mjög anti-trans og mjög anti-innflytjendur og anti-fólk sem er bara eitthvað öðruvísi heldur en bara hvítt og síðan erum við komið bylgjuna sem er bara orðin svona útvarpssaga light gengur ekki svo langt. Jú, bara í kosningabaráttunni þá heyrði maður bara, það var rosalega mikið, það var kannski ein svona rödd sem var ekki hægri rödd, en það var bara miðflokkurinn bara morgun eftir morgun. Álitsgjafanir voru uppgjafað þingmenn úr Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum, þú veist, þetta er bara ég hef tekið eftir því að þú veist, hægri slagsíða í þessum meginströms fjölmiðlum hefur bara verið mjög áberandi. Já, meina, ég veit að RÚV var farið að neita að taka viðtöl við okkur bara efnislega aðkallandi máli eins og bara frítíðstrætó fyrir börnið eitthvað, þú veist, hvað í febrúar, mars af því að þau vildi ekki virka of pólitísk fyrir kosningar, sko. Og samt, þú veist, virtust þau ekkit hika við að fjalla mjög neikvætt hluti sem voru í gangi jafnvel, þú veist, þó ekki vera að breytast eða þó að hlutinir væri ekki eins slæmur og þau voru að halda fram og það er mjög erfitt að eiga við slíka slagsíðu, sko, því að það virðist vera að fjölmiðlaumhverfið á Íslandi er að verða mjög einsleitt og ef að þessir örfáu tiltölulega hlutlausu fjölmiðlar eru farnir að hafa hægri slagsíðu líka þá bara veit ég ekki alveg hvað við að gera, sko.
Ég held að ef við myndum gera einhvað svona transkast, það myndi allir vita af því á fyrsta degi. En ég veit ekki hvort við myndum vilja það athygli, sem við myndum fá. Ég myndi alveg mega athygli út á það, en ég ætla aðeins að hugsa betur hvað ég ætla að gera. Þetta alveg pæling. Já. Transkast. Kannski það bara til hérna. Já, það allavega núna, ég segi The Transmission. Já, Transmission. The Trans Agenda. Transmission er náttúrulega útsending líka, það leikar sem. Já. Heyrðu, vá. Við þurfum að íslenska ég stundur svo ekki að fatta sem. Já. Já, ég ætlaði að spyrja ykkur að næsta því að núna náttúrulega eru úrslitin ljós. Það er náttúrulega ennþá verið að mynda meiri hluta og svona. Þú veist, þetta lítur ekkert vel út fyrir okkur sem erum svona vinstra megin í lífinu. Þetta verður... Veistu hvað haldið þið? Ég ætlaði bara að djóka, þetta finnst mér þetta hræðilegt. En veistu hvað, mér er líka svona ekstra leiðilegt. Síðustu 8 árin hef ég oft hugsað gagnvart sitjandi minnihluta að þau væru nú kannski mér þættu þau svolítið slöpp í sínu aðhaldi og sínum minnihlutastöfum. Ég hugsa að ég væri svo miklu betri í þessu og ég er svona pínu leið líka að fá ekki að prófa það að vera í minnihluta og veita aðhald. Þú verður bara að mæta á pallana. En jú, þetta er hrikalegt. Og við vitum ekki ennþá núna hvaða meirihlutassamstarf verður. En ég óttast að það verði Miðflokkurinn. Af því að það er bara, þó svo ég haldi að Sjálfstæðisflokkurinn og Hildur myndu örugglega kannski kjósa að vera Viðreisn og Framsókn. Þá held ég að þeim myndi þykja það erfitt að vera með vinstrið og Samfylkinguna og sósíalista að pönkast í sér vinstra megin og Miðflokkinn að grafa undan sér hægra megin. Og það gæti verið einhvern veginn svona, ég óttast að þau fari í öfgahægrið til þess að þurfi ekki að vinna þannig. Ég er líka mjög hrædd við það, en ég held samt bara líka það var einhver sem setti á Facebook einhver svona, þetta er söguleg stund og þetta mun skrifast bara í sögubækunar held ég, hvað ákvörðun Hildur tekur og ég er ekkert svo viss um það, ég er viss um það ég veit það, ef við lifum nóg lengi til að vera með sögu mannkynið þar að segja, að þá verður held ég ekki litið á það hýrum góðum augum, það verður ekki vel séð sögulega að hafa leitt Miðflokkinn til valda. Það er örugglega ekki hýrum augum. Nei, ekki hýrum augum allavega, það er alveg ljóst. Hvað segir þú, Arna? Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur voru að skrifa undir samstarfssamning í Reykjanesbæ. Þannig að þau eru komin í eina sæng þar. Og víða land þá virðast þau vera að vinna saman. Eða er að mynda, þú veist, það er kannski ekki búið að negla það niður, en það er búið að negla það niður í Reykjanesbæ. Þannig að það kemur ekkert óvart að þeir færu í eina sæng og það er út af þessari blindu, þú veist, ég efast ekki að Hildur sé, þú veist, flott manneskja. Ég á eina skólasystur sem er í Sjálfstæðisflokknum. Og hún var mjög reiði yfir því að mér finnst þetta að vera sorgleg úrslit og eitthvað svona af því að henni fannst Sjálfstæðisflokkur vera mjög líbó og hann var það. Sjálfstæðisflokkurinn stóð með hinsegin fólki og hann gerði það á grundvelli, þú veist, að hann trúði á einstaklingsfrelsi. En það sem er búið að gerast, það er búið að afbaka þetta hugtak frelsi. Þú veist, það er náttúrulega ekki frelsi ef það er bara fyrir suma en ekki alla. Nú finnst þetta meira frelsi til að hata. Já, en þetta líka, þú veist, þetta er frelsi þeirra ríku til þess að verða ríkari. Þetta er frelsi til þess að fá að sýsla með eigur annara. Þetta er frelsi til þess að hringja í þú veist, frænda sinn og segja hann herðu, nú átt þú að kaupa hlutabréf í Íslandsbanka að þið viljum bara selja þetta á morgun. Það veit allir hvernig eins og frakt er orðið. Þetta snýst meira frelsi fjármagnsins til þess að verða ríkara heldur en frelsi einstaklingsins gagnvart hinum valdameiri. Já, og bara frelsi einstaklingsins til þess að vera hann sjálfur á sínum eigin forsendum eins og frelsishugtakið á að vera. Og frelsi eins getur aldrei náð lengra en að mörkum frelsi annars. Því leiðu þú ferða að fara yfir frelsi eitthvað annars, þá ert þú orðið nýðingur og þá ertu farin að nýðast á öðru fólki og nýðingur er íslenska orðið á bully og stjórnmálin í dag eru orðin svolítið svona bara, þú veist,
og ég óttast það að Sjálfstæðisflokkurinn út af sinni forréttindablindu fari í sæng með Miðflokknum og bara svolítið níðist á þeim sem að minna mega sín í þjóðfélaginu. Því að þetta eru skelfilegar niðurstöður, ekki bara fyrir transfólk og fyrir hinsegin fólk, heldur fyrir öryrkja líka, fyrir eldri borgarar, þú veist, í hrönnum, kusu Miðflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn út af, þú veist, ég fór á þessa fundi og það var alls konar lofurgefin, en við vitum alveg að þessi flokkar muni ekki standa við þau. Þau standa við þau loforð sem að þau hagnast á. Þau standa ekki við loforð við einhverja eldri borgara eða við öryrkja eða við hinsegin fólk. Svo líka eitt. Það að það er búin að vera ansi langur tími þar sem að Samfylkingin eða í samstarfi við aðra tiltölulega bara almennilega flokka eru búin að fara með stjórnina í borginni og það er komin ákveðin valdaþreyta, ég neita því ekkert. En það getur verið að það sé bara orðið of langt síðan fólk upplifði hvernig það var að hafa Sjálfstæðisflokkinn við völd. Og að það sé bara búið að gleyma því hvernig það er þegar það er ekki vel meinandi hugsjónafólk sem að taka ákvarðanirnar. Og kannski því miður er það bara þannig að stundum þarf að rifja upp af hverju það er mikilvægt að kjósa ekki þessa flokka. Og það er ekkert gaman, en ég held að ef þetta hefði ekki gerst núna þá hefði verið eiginlega óumflýjanlegt að þetta hefði gert þetta í 4 ár. Bara því að það, fólk var bara komið einhvern veginn, bara öll stemmingin í samfélaginu var bara að þau væru komið með nóg og það þyrfti útskipti. Og hversu mikið það var náttúrulegt út af tímanum og hversu mikið það var áróður, ég veit það ekki, en það var allavega, þannig var þetta Það er kannski líka einhvað með þessi skólamál og leikskólamálin sem að Við góðum málum með leikskólamálin í dag. Við vorum farin að taka inn 15-16 mánaða fyrir mánuði síðan. Stefnir í það, og það var ekki hægt að tala það fyrir kosningar af því að fólk hefði haldið að það væri bara lygi fyrir kosningar. En við erum miðað við þá uppbyggingu sem er núna í burðarliðunum og bara er búið að bjóða út og er tilbúin og er bara verið að gera, og miðað við það er viðgerðir á húsnæði sem eru að verða tilbúnar, þá er stefnt í það að við séum komin yfir þörfina okkar fyrir húsnæði fyrir leikskóla eftir 1,5 ár. Og þannig bara rétti taka tíð fyrir nýjan meirihluta til þess að þykjast eiga kreditið og ekki veit ég hvaðan þið ætla að fá samt starfsfólk til þess að reka þetta, en þetta mögulega tekst það með Reykjavíkurleiðinni sem að nota bene við kláruðum, sem að leyfir okkur að nýta betur þann mannað sem við höfum á leikskólunum. En þetta er bara, það er ekki svo leikskólamálin síðan einhverjum ólestri núna, þeir voru líka í fínum málum síðast, það bara situr í fólki hvernig það var fyrir 4 og 5 árum. Já, ég held einhvern veginn að fólk, ég bara á því að sitja svona út fyrir þetta, fylgjast aðeins með umræðinni og sjá bara, það er einhvern veginn alltaf einhvað rosa vandamál með leikskólana eða einhvað skólana, einhvað mikla og eitthvað svona, það er alltaf einhvern veginn, þetta er meirihlutin og mér fannst svo ósanngjarnt gagnvart meirihluta sem er búin að starfa í 1,5 ár eða eitthvað. Þessi núverandi meirihluti, eða fráfarandi meirihluti var bara rétt að byrja að stíga sín skref og áhrifin ekki ennþá farin að sína sig. En líka bara, ég veit ekki, þetta var eitthvað svo ósanngjarnt. En eins og Reykjavíkurleiðin er bara eitthvað glænýtt sem er ekki búið að almennilega koma af stað, samt að það einhvern veginn stilt upp á móti Kópavogsmódelinu og ég er nú ekkert mikið inn í þessum leikskólamálum, en ég bara miklu betur en Kópavogsmódelið og við erum strax að sjá, fyrstu tölur gefa allir kynna að þetta sé að skila sér í því að við nýtum starfsfólkið og tímana betur og getum mögulega komist hjá því að vera í einhverjum lokunardögum eða takmörkunum og eitthvað svoleiðis og gæti ég að fylgja orðið til þess að þeir eru sparnaður í heildina þó svo að við séum að borga með þessu núna bara út af því að við séum að nýta tíman betur og við séum ekki að manna klukkustundir þar sem það eru í sjálfsög ekki börn sem að þurfa umönnun eða kennslu, þannig að þetta er ég hlakka til að sjá hvernig þetta gengur en það er við höfum svolítið stuttan tíma það er ekki það er bara ekki búin að koma reynsla á allt sem við erum búin að gera og fólk veit bara hversu margir vita til dæmis að við settum 800 milljónir í félagsbústaði fyrir 2 mánuði síðan hversu margir vita að við erum að prófa að láta félagsbústaði byggja inn á almenna markaðinn sem hefur aldrei verið prófað áður hversu margir vita að þetta með frítístrætó fyrir grunnskólabörn er komið í gang það er hversu margir vita að við gerðum risastóran uppbyggingarsamning við ríkið og við náðum samkomulagi framtíða staðsetningu listaháskólans þannig að fara ekki úr borginni
Það er bara, ótrúlega margt sem búið að ganga ótrúlega vel og ég veit ekki hvort að fólk veit af eða hvort að fólk varða bara ekki það, sko. Já, þetta eins og þú varst að tala áðan einhvern veginn, sko, í Kópavogi, í Hafnarfirði, þar eru meirihlutarnir þar sjálfstæðis sem eru bara, það er frábært allt hér. Og það kannski gleymdist svolítið í Reykjavík. En það er kannski bara... Það var ég að segja, Samfylkingin og fleiri flokkar einhvern veginn keyptu áróðurinn og fóru inn í þetta skömmustulegir. Ekkert að móti Pétri, en þú veist, hann virkaði einhvern veginn eins og honum til þau að breyta og svo var hann spurður í þrígang hverju hann ætlaði að breyta og hann gæti ekki svara því, það er ekki traustvíkjandi. Nei, mér fannst einhvern veginn ekki styrkleiki að hafa nýja mannesku sem oddvita á þessum tímum. Ég veit ekki, þetta var náttúrulega ákvörðun innan Samfylkingarinnar að fara í þetta prófkjör og allt þetta, en mér fannst þetta svona... Já, mér fannst þetta ósækjant, sko. Já. En málið er að við þurfum náttúrulega líka að horfaðast í aug við það að nú ætla ég bara að tala eins og bara borgari í Reykjavík. Já. Ekki frambjóðandi fyrir einhvern flokk, heldur bara borgari í Reykjavík. Ég bý í Laugarneshverfinu. Þar er skólahúsnæðin búin að vera meira minna mikluð. Alla skólagöngu sona minna. Eldri sonur minn er að fara að byrja í 10. bekk í Laugalækjarskóla á næsta ári. Það er búið að gera við, þú veist, Laugalækjarskóla í Bútum, að búið að vera lokadeildum og færa til og það eru skúrar fyrir utan og annað. Laugarnesskóli er allur komin í eitthvað skólaþorp, bara komin í eitthvað skúra. Veist, það er eiginlega allt búið að leggjast niður í Laugarnesskóla, meira með naði og húsið er bara allt í miklu. Og þetta er svona með marga skóla á Stór-Reykjavík, ekki bara Reykjavík, að það er miklu vandamál. Og það er annarkvort er þetta að tala niður, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er viðhaldsskuld sem byrjaði í hruninu. Og fólk gleymir því að, þú veist, að í hruninu þá þú veist, tapaði allt kerfið og tapaði venjulegt fólk mikið meira heldur en, þú veist, bönkunum var bjargað, alls konar fjármagnseigendum var bjargað, en fólkinu í landinu var ekki bjargað. Og stofnunum var ekki bjargað. Og Reykjavíkurborg og sveitarfélög víðast hvar ráð ekki við þennan innviðavanda. Þau ráð ekki við að gera við þetta og nú kenni ég Seltjarnarnesi og skólinn þar er bara, þú veist, það er að rífa allt þakið. Sjálfstæðisflokkurinn sem er við völd og verður áfram við völd ákvað að fresta því að gera við þakið. Það var vitað að myglan var á rauðu. Ég sem er með svona undirliggjandi astma, vægan astma, þetta árið bara, þú veist, er búin að finna fyrir meira og meira einkennum. Veist, ég var aldrei ein af þeim sem ætlaði að fara að tala um eitthvað myglueinkenni. Þetta væri bara bull. En ég er búin að finna fyrir því þetta árið. Virkilega. Og þeir frestuði fram með kosningar til þess að bókaldi liti betur út. Okay? Og þetta er svona víða annar staðar og við þurfum bara að viðurkenna það hvort sem eru stjórnmálafólk eða annað að hlutinir er ekki í lagi og þá verðum við að segja, ok, hlutinir er ekki í lagi og þegar fólk er reitt að því að muniði, ótti og öryggi það er bara þetta sem allt snýst og fólk óttast að börnin eru verða fyrir heilsuskaða og það upplifir ekki öryggi og í Laugarneshverfinu er búið að vera að byggja nýjar blokkir. Það eru bara, þú veist, stöðugt verið að byggja og sama tíma eru skólamálin í klessu og það er búið að vera fundir eftir fundi eftir fundi eftir fundi, það er búið að vera skipulag eftir skipulag og þetta er ennþá í klessu. Þannig upplifir fólk það í Laugardalnum og þú getur ekki gert lítið úr upplifin fólks. Þú ert kannski með eitthvað fyrir fram að þig inn í borgarráði, þú ert með eitthvað reiknilíkan í borgarráði en fólki í Laugardalnum það upplifir bara að borgin er búin að bregðast þeim í mörg ár. Þú veist, það eru börn hana, þú veist, það eru börn hana sem er búin að fara í gegnum allar sína skólagöngu í mikluðu húsnæði og þetta er náttúrulega ekki lagi og við þurfum að viðurkenna það að þetta sé ekki lagi og við þurfum að hlusta á fólkið sem er að upplifa þennan kvíða og er að upplifa þessa vanlíðan yfir því að börnin er í mikluðu húsnæði. Já, ég er bara fyrirgefið, viltu gjöra svo vel því að þetta er mjög ósanngjörn uppsetning á þessu. Þetta húsnæði er miklað, það er hrikalegt og við erum búin að gera allt sem við getum til þess að reyna að laga þetta. Það er í fyrsta lagi okkar vakt sem það var ákveðið í rauninni að taka mikluvanda í húsnæði á vegum borgarinnar alvarlega.
það var ekki, þessi var ítt á undan sér og fólk var að efast þetta var í alvöru 2018, 17, það var út af okkur sem þetta var tekið alveg, það var gerður alvöru miklu fyrir, það var ástæðan fyrir því að við setjum 35 auka milljarða í viðhaldsátak í skólahúsnæði. Jú víst, ekki setja annars hrista hausinn, við gerðum það. Nei, ég ekki að hrista hausinn, en ég að tala annað. Þú ert að tala einhverja milljónir sem þú settir inn í þetta, en milljarða. Ég að tala ótta fólksins. Og fólkið ekki að upplifa, burtsið frá hvað ég hef gert. Það fólkið sem býr þetta, að því ég búin að sitja þarna fundi, fólkið ekki að upplifa að það sé verið að gera það sem að ég veit það, og veistu af hverju? Já, nei. Vegna þess að það gekk ótrúlega illa að ná saman aðferðafræði og staðreyndin því miður sú að aðferðafræðin sem fólk vildi, sem var að gera við alla skólana og byggja við alla skólana, gengur bara ekki upp. Það bara tímalínan allt of löng, það eru allt of margir feiljurpunktar á henni, það verður allt of dýrt og það að samþykkja það, að fara þá leið, hefði aldrei getað gengið og þá þurfti að fara í endurskoðun á því og það var hrikalegt, það tafiði allt ferlið. Endanum varð aftur niðurstaðan að fara í safnskóla aðalega vegna þess að þá gætu við farið í uppbyggingu á viðbótar plássunum sem að þurfti í hverfið án þess að það væri gert inn á sömu lóðunum og skólarnir voru á sem að þurfti líka að fara í brjálæðislega mikla viðgerð og endurgerð á. Það hefði ekki getað gerst saman. Þetta ferli tafðist allt rosalega mikið. Það sem betur fyrir komið í ferli, en þetta bara áður en að ég kem til sögunar, þá innviðaskuld og viðhaldsskuldir orðin svo brjálæðislega mikil að það bara mjög erfitt að finna út úr þessu og eins og ég segi, það voru við sem ákveðum að taka það alvarlega og reyna að finna út úr þessu. Það gekk mjög illa og ég alveg sammála því að samráðið við íbúana þarna var hrikalegt og það var klúður og auðvitað átti aldrei að samþykkja að fara leið sem að fólki hefði að vera ljóst að gæti ekki virkað. Þetta bara eitt af okkar helstu klúðurum á ferlinum að fyrsta lagi hafa leyft þeim möguleika að vera á borðinu ef að fyrir síðan gæti ekki gengið og hvað þá að ákveða að samþykkja það og svo bara kom í ljós að það bara getur ekki gengið. Það ekki nema við séum tilbúin að taka á okkur brjálæðislega mikla háa prósentu af áhættu á töfum og auka kostnaði sem að engin ábyrgur fulltrúi hefði ákveðið sem þið sagt að væri í lagi. Þannig að við urðum að fara aðra leið sem var óvinsælli, sem fólk raunar vildi ekki, sem var að fara safnskólaleiðina. Það var vegna þess að hún gat gengið upp á tímaskala sem að getur virkað því að enginn hefði getað klárað þetta á 3 árum eða það var ekki verktakar og það var ekki pláss og það hefði ekki getað gengið og ég er búin að fara mjög mikið út í þetta. Ég sé gífurlega eftir því að við höfum ekki gert þetta betur og ég vildi að við hefðum getað gert þetta betur, ég vildi að við hefðum haft samráðið betra, ég vildi að við hefðum ekki samþykkt að fara leið sem að kom sér í ljós að gat ekki gengið. En það ekki vegna þess að okkur var sama, það ekki vegna þess að við höfum bara viljað vaða yfir vilja íbúana, það ekki vegna þess að við höfum ekki viljað setja peninga í þetta. Og það ekki vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn einhver hefði gert þetta betur og ég frábið mér svona tal. Við vorum að reyna að gera okkar besta, það gerðist bara opáslega margt í þessu samtali, það voru meirihlutaskipti og komið nýjir flokkar sem að vildu lofa einhverju sem að var svo ekki hægt að standa við og bara, já. En hvaða tal þetta frábriðið? Vegna þess að ég bara að tala ótta fólksins sem býr hérna, ég að tala vonbrigði fólksins sem býr hérna með lofur sem voru gefin og var ekki staðið við. Ég held að það rétt hjá þér, þið hafi ekki kynnt þetta nægilega vel, því að fólkið væri ekki svona reitt í Laugardalnum ef að þið hefðuð talað betur við fólkið í Laugardalnum. Ég meina, ég var svo eina sem að mætti á fundi þegar það var verið að kynna þessa hluti. Jú, reyndar Einar mætti á eitt fund, formaður skóla frísundar á þeim tíma var í útlöndum þegar við vorum að eiga þessu samtöl. En það frábært að þú allavega viðurkennir að það var mistök sem var gerð þetta. Já, en ég ekkert að tala um það. Ég að tala um hvernig fólk að upplifa þetta. Og fólk upplifir, og þú getur ekki sagt að þú fráböður eitthvað tal og bara segir að fólk eigi ekki að upplifa það sem það upplifir. Ég sagði það aldrei. Foreldrar í Laugardalnum eru bara mjög ósáttir með það sem búið að vera að gerast í skólamálum og þetta staðreyndin líka eins og í Breiðholtinu og það sem að hægt að læra af þessu og bara allt stjórnmálafólk þarf að læra að það þarf að bæta upplýsingagjöfina. Já, og við þurfum að gera það. Þetta þurfum við líka að eiga samtalir. Við verðum líka að læra það að við verðum að vera skýr með hverju valkostirnir eru
Já. Því að við getum ekki verið að búa til væntingu að það sé að fara einhverja leið ef að það leiðin sem allir vildu óska sér að vera möguleg en ekki möguleg, þá verður það endalaust strætóepli. Já, þess vegna verður að segja það strax. Já, ég var ekki í ferlinu þá. Nei, ég er ekki að saka þig. Ég var aldrei að saka þig persónulega eitt eða neitt. Ég var að tala fólkið í Laugardalnum og ég bý í Laugardalnum, ég veit hvað ég er að tala Ég var aldrei að saka þig, Alexandra, eitt eða neitt. Hvorki þig persónulega, neð þinn flokk. Ég er að tala að þegar fólk sem er í pólitík, að þegar það viðurkennir ekki ákveðin skipulagsmistök og það fer ekki fram og ræðir ekki við fólkið, þá er mjög skiljanlegt að fólk verði vonsvikið, fólk upplifir óöryggi, það býr ekki við öryggi, það óttast velferð barna sinna og þá kýs það eitthvað annað að það vonar að þetta annað verði allan að skárra þegar það kemur að upplýsingagjöf heldur en það sem var áður. Það er ástæðan, en ég er ekki að ásaka þig eitt eða neitt. Það er brjálæðislega auðvelt að koma ný inn og tala svona. Við vorum að reyna okkar besta, ég setti líf og sáli að reyna að gera þetta vel, ég mætti á alla fundi sem ég gat til að reyna að tala við fólk, ég reyndi að tryggja það að þetta væri gert vel og kæmist í ferli sem gæti virkað, að við værum að taka skynsama ákvörðun og ef að fólk ákvað bara að hata mig fyrir það og ákvað að kjósa sjálfstæðisflokkinn og sjá hvort að þau myndi gera þetta betur, verðið þeim að því? Sko, ég var ekki sakað neitt. Geturðu hlustað á það? Geturðu heyrt það? Það er enginn að ráðast á því persónulega. Arna náttúrulega byrjaði á að vitna til hrunsins og náttúrulega innviðaskuldar sem Þetta er bara miklu stærra vandamál heldur en bara fólki sem búið að vera síðustu 4 eða 8 árin. Þetta er bara við komum inn á þetta með ólíkt húsnæði og það þurfti að finna út úr í hvernig átt að laga það og það gekk bara brjálaðislega illa að finna sátt það, hvernig væri þetta að laga það. Þetta er bara mjög erfið stað, þetta eru margir skólar, mjög illafarnir, sumir með verndun á sér sem er mjög erfitt að vinna með. Já, það er náttúrulega meinið í Laugarnesinu. Já, þetta eru náttúrulega gamlar byggingar sem að má lítið hrófla við, sko, þannig að þetta er náttúrulega bara þetta er bara mjög erfitt. Ég skil alveg, það er náttúrulega starfsemi alla daga líka á skólatíma, þannig að það er ekkert einfalt að ferja heilan skóla í Og við komum til mótsfólk svo við gátum með því að fara í hvernig skiptingin milli hverfana gæti verið og hvaða tímalínu væri að fara og bara í alvörunni búin að vera að reyna svo ég mögulega get að vera með góð upplýsingagjöf en samt líka bara heiðarlega upplýsingagjöf því að það er heldur ekki hægt að stunda þannig pólitík að maður lofi bara fólki þess að það vill heyra fyrir því hvað er mögulegt. En já, það var náttúrulega gríðarlega mikið keyrt á ótta í þessari kosningabaráttu. Já, það var. Og við náttúrulega verðum kannski að fara að slíta þessu samtali, en en það var einmitt þessi svona óttastjórnun og svo náttúrulega líka peningar. Að við náttúrulega sjáum það að flokkarnir með mestu peningana voru þeir sem að svolítið lönduðu sigrónum í lokin, sko. Já. Það er náttúrulega munur á því hvort þú ert að eyða kannski 600.000 eða 6 milljónum í kosningabaráttu eða 60 milljónum í kosningabaráttu. Já, við settum einhverja milljónir í þetta og fólk tala samt að hafa ekki séð einu auglýsingu frá okkur. Já, einmitt. Já, og svo náttúrulega líka samfélagsmiðlarnir sem eru náttúrulega ekki að vinna okkur í hag. Nei, og margir hverjir í eigu aðila sem hafa engan áhuga á okkar málstað. Nei, einmitt. Frekar á hinnum og á hatrinu og Ég held að ég hef verið að veltaði fyrir mig hvort við þurftum ekki bara að banna flokka á samfélagsmiðlum og auglýsingar, bara einhvern veginn að hafa þetta einhvern veginn til þess að það sé meiri svona jafningagrundvöllur. En það er eitt allir verði bara að fara út og face to face við kjósendur. En hvað segirðu? En það er eitt sem ég langar að skjóta inn en ég vil ekki, þetta er ekki neinn árás á Nei, sorry, ég ætla ekki að æsa mig svona, þetta er búið að setja á mér að því ég veit alveg að þetta var ekki gert nógu vel og ég var að reyna. Ég skilði það ógeðslega vel samt. Og þetta er bara... Þetta var mjög heilbrigt samtal, sko. Já, þetta var bara mjög flókið, held ég allt saman, miklu flóknur heldur maður að gera sér grein fyrir einmitt. Já, akkurat. En mér sárnaði svo að sjá miðflokkinn rosa mikið í mjóttinni. Alltaf að setja hana, skilur einhvað hvernig ástandi er þar upp á móti það sem verið að gera á niðra Hlemm og mjög þetta var svona leiðilegt svona skotfæri. Ég veit ekki hvernig hefði verið hægt að tækla það. Ég kannski ræðum hvernig væri hægt að vera með betri viðhald á strætóstoppinu á mjóttinni samhliða uppbyggingunni niðra Hlemm til þess að því að maður sá bara þetta og ég hugsaði bara þetta er svo
easy shot. Já, Ég meina, við vorum með stýrihóp framtíðarskipulag Mjótarinnar og það eru alls konar góðar tillögur, bæði til skemmri tíma, miðtíma og lengri tíma. Við náðum ekki að klára hana inn í aðgerðaáætlun á kjörtímabilinu. Ég hefði viljað leggja áherslu á það að við fengjum fyrstu aðgerðir sem að væru, þú veist, ákveðin öryggismál í Mjótinni og bara, þú veist, minnka trén og bæta út lýsingu og myndavélar fyrir utan og eitthvað svoleiðis. Ég myndi vona að það verði ennþá að veruleika. Það er nýkomin ný rekstraraðili þarna inn sem að við bindum einhverjar vonir við að muni sinna innra starfinu þarna betur. Svo eru bara hlutir með hvernig Mjóttin er sem að, veist, ég þoli ekki hvernig umræðan hefur verið og á ekki að tala svona mikið niður. Það er líka ákveðin tækifæri þarna, veist, til að fara í uppbyggingu. Ég myndi vona það að við getum farið í einhverja samkeppni eða eitthvað til að nýta betur þetta pláss, þú veist, það er hægt að koma þessu bílastæðaflæmi kannski í bílastæðahús og vera með eitthvað uppbyggingu þannig að þetta sé ekki svona eins og eiga aðskilin frá öllu húsnæðisrýminu þarna í kringum, sko. Það myndar líka bara meira óöryggi. Það myndar líka bara meira óöryggi að vera með þetta bílastæðaflæmi þarna í kringum þetta. Það eru mikil tækifæri í framtíðar uppbyggingum Mjótarinnar en hún er pínu sko á erfiðum stað af því að þú veist, hún kemur ekki inn fyrir í, hvað var það, 3. eða 4. áfangi í borgarlínu og það er svolítið tímið þangað til þú veist, það eru rosalega ranguupplýsingar húsnæðisuppbyggingu í Norður-Mjót sem er bara ekki byggðar á neins konar veruleika en sjáum hvað verður ákveðið að gera núna þegar það er komin meirihluti sem að örugglega varðar ekki alveg jafn mikið gæði byggðar og eitthvað svoleiðis. Nei, hún vill bara bílastæði. En ég hugsa mögulega að flokk, þú veist, að við sem mættum læra af öðrum flokkum eins og í Hafnarfirði, þá allt í einu leit allt rosalega vel út, sko, fyrir kosningabarátuna. Þá allt í einu var, þá var allt í einu lagt meira... Það er svo óheiðarlegt. Ég veit það, en þú veist, kannski er það bara stundum sem það þarf. Þú veist, eins og þarna bara að taka áður en kosningabaráttan byrja bara að aðeins senda eitthvað hreinsilið á Mjótina til þess að það sé ekki hægt að taka svona myndbönd eins og Miðflokkurinn var að gera. Já, ég þetta er bara svona tillaga, sko, ég er ekki að reyna... Nei, ég er ekkert ósammálaðir þannig, þetta er sem þetta að gera eitthvað. Já, ég nefnilega fæ allar mínar upplýsingar frá syni mínum sem er 17 ára, sko, hvað er að gerast á samfélagsmiðlum, hvað var það Miðflokkina, því ég er ekki greinilega markhópur Miðflokksins. Ég sá alltaf mikið að þeim að því ég var svo mikið á TikTok, sko. Já, ég náttúrulega er ekki á TikTok, ég meika ekki það með. Ég opnaði TikTok account fyrir þessar kostningar. Ég var inni þar í, held ég, svona 15 mínútur. Þá ákvað ég að bara, þú veist, hann er ennþá þarna en ég er ekki inn á honum, sko. Það bara, ég deildi svona vinstra myndbaldi og ég held ég hafi deilt myndbaldi frá þér, annars bara er ég ekkert að þín eina á vegna þess að þú veist, þetta er bara... Þetta er gróðrastíða, þetta er svolítið... Þetta er svo fljótt að fara inn í einhverja kanínuhólur. Og mér er bara Instagram og Facebook alveg nóg, sko. Já, það er alveg nóg slengt þar líka, sko. Já, þú veist, það bara kemur frétt eitthvað sem að tengist hinsinn málum eða, veist, og þá er bara mætt, þú veist, bara heil lúðra sveit af einhverjum álhætta samfélagi sem að, þú veist, hefur skoðun á öllu og bara mjög svona orðljót og annað og samt einhvern veginn þannig að löggjöfin segir að þetta sé ekki hatursorðræða og ég skil það ekki, sko, þegar það er verið að tala að það er að draga fólk eins og okkur baku skúr og skjóta það og svona, þú veist, en þetta er ekki hatursorðræða því að mann er ekki að hóta bein. Nei, ég mitt. Ég er svona veltaði fyrir mér að byrja að taka þetta allt saman og posta því af því ég held að fólk sjá þetta ekki. Nei, fólk sér þetta ekki nema að sé við eða að það reyna að kommentin hjá okkur, sko. Og ég veit að það er líka, þú veist, kannski ekkert sniðugt, sko, en mér finnst samt einhvern veginn eins og það er það sem ég ákvað að prófa að gera. Ég held að 10% af Íslandi er alltaf búin að sjá það eitthvað, þetta var komið upp í 45.000 síðast þegar ég vissi, þannig að screenshot af öllu, ég er að senda skilaboð á Hildi. Já, ég veit ekki, þú veist, ég sá síðan að hvað var það, einhvað sem að var ekki var með mannréttinda sem allir var að deila á transdaginn á sunnudaginn, að þau ætli að eyða allir hatursorðræðu út og ég hugsaði, er það kannski ekki vitið? Kannski frekar bara taka mynd af því, fela það, safna myndinu saman og deila því.
En það samt líka svo leiðilegt fyrir einmitt trans ungmenni að þurfa að sjá þetta, en þau eru samt að sjá þetta hvort þeir og ef þau posta einhverju, þá eru þau að fá þennan sama skít, þó þau séu ekki pólitík eins og við sem að ég vil frekar fá skítinn sko heldur að þau séu að lendi í því. Sammála. Þess vegna mitt sárnaði mér ekkert svo mikið að því ég bara ég er að fá þetta allt saman. Í fyrra þá þurfti ég að eyða Facebook af því ég var að lesa fréttakommentin en og jafnvel að svara. En ég meina þú veist, Þorbjörg sem að í fósværi fyrir G-listan í Garðabæ að hún líka þú veist hún komst inn, var það ekki? Verkefnastýra fyrir Samtöku 78 já, akkurat. Og hún bað okkur þú veist, hún var að vinna í hattusorðræði að safna svona safna saman, og við gerðum það bara í nokkra mánuði og ég fyllti ykkur 4 skjöl þetta er nefnilega ótrúlega mikið og ég veit ekki hvað ugla fyllti sko, þú veist, örugla annað eins og ef ekki meira varstu í þessu átaki líka? Nei, það var ekki átt saman við mig ég get öruglega bæta einhverju við ef fólk vil og síðan setti ég þetta á Facebook bara nokkur bara brot af þessu þú veist og alls ekki, þú veist, sumt svona gróft og kynferðislegt sem mér fannst bara óviðeigandi að setja, þannig ég lét sleppa því, þú veist, einhverja svona sem eitthvað sem maður hefur ekki eftir sem ekki tækt að hafa eftir hérna, þú veist, bara óbepillega, það að vera þá bara bannaðinn en 18 en þú veist og þetta var tekið upp og sett í DFF og svona en bara fólk fór bara strax í afneitun fór bara réttlæta þetta og svona og þetta einhvern veginn bara fólk vill ekki trúa því að við séum að verða fyrir þessu og ef að við erum að verða fyrir þessu þá réttlætir það hatrið á einhvern mjög annarlegan og skrítin hátt sko það er ótrúlega þú veist alls konar fólk sem að varðar ekki þetta nema út frá einhverju mjög esoterísku sem að þau varðar eins og einhverjir gaurar sem að hælda ekkert í transmálum fyrir en þú veist allt í einu fóru þeir að hafa rosalega ágjör af transkonum í íþróttum og bara svona þú veist ekki það, auðvitað er transkonur með í íþróttum og það er löngu búið að sanna það að það græði ekkert sérstaklega á móti öðrum konum það hafa ekkert forskot en af hverju erum við að leyfa þeim að taka umræðuna á þeim stað því að það er staður þar sem að við þurfum að taka rosalega mikinn sannfæringarslag við alls konar fólk sem að langar ekkert voðalega mikið til að vera sammála okkur en gæti alveg verið sammála okkur ef við værum að taka slaginn aðeins annar staðar. Þú veist, af hverju leyfum við þeim að ákveða að slagurinn skuli tekin hérna? Já, þetta er á þeirra forsendum. Heyrðu, ég hlakka til að heyra transkastið eða transmission. Já, transkastið. Ég bara hvet ykkur og ég bara vil nota tækifæri og þakka ykkur öllum fyrir að vera ábyrjandi í samfélagsumræðu á Íslandi og pólitík. Vegna þess að það er gríðarlega mikilvægt. Ég held að við vinnum þetta ekki öðruvísi en að fólk sé tilbúið til að í þennan slag og bara sjáum hvað gerist í næstu þingkosningum og næstu borgarstjórnarkosningum. Já, er þetta ekki, þurfum við ekki eitthvað að gera í þessu? Einmitt. Bara vona að fólk svona láti hjarta ráða fyrr. Já, akkurat. Vera með hjarta á erminni, eða ekki? Jú, bara, þú veist, svona sé humanísk. Já, akkurat. En bara þakka ykkur alveg innilega fyrir komuna, Svenni Kristins, Arna Magnea Dangs. Takk hérlega. Alexandra Brím. Og Alexandra Brím. Ég var ekki búin að gleyma því, sko. Nei, ég veit að það bara kemur maður svona breynfrís. Já, akkurat, það var það sem var að gera, sko. En ég er ekki búin að gleyma því. Nei, ég veit. Já, einmitt. En takk fyrir og takk ykkur innilega fyrir. Takk. Heyrðu, og takk fyrir að fylgjast með og við erum að fara yfir í eitthvað annað hérna rétt fyrir handan orðnið. Takk. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.